Ísraelsher herti sóknina á Gaza í gær og í morgun. Á annað 100 voru drepin. Stjórnvöld hótuðu fyrir skemmstu að ráðist yrði á Gaza af enn meiri hörku en áður. Húseigandi við Hverfisgötu segir ófremdarástand ríkja í hverfinu vegna manns sem talinn er hættulegur sjálfum sér og öðrum. Nágrannar mannsins lifa í ótta og forðast að vera heima hjá sér. Íslendingar kaupa á sig föt sem aldrei fyrr, en lítið er endurnýtt hérlendis. Áætlað er að mörg hundruð tonn af textíl frá Íslandi verði brennd á árinu til orkunýtingar í Evrópu. Safnafólk varar við boðuðum uppsögnum á Þjóðminjasafninu og segir þær stefna minjavernd í hættu. Hlutverk safna sé annað og meira en að setja upp sýningar. Veðrið á eftir að leika við landan næstu daga og við ætlum að taka stöðuna á tjaldsvæðum, hvort að það verði hægt að fara í útilegu um helgina. Gott kvöld. Ísraelsk stjórnvöld virðast standa við hótanir hertar árásir á Gaza. Á annað 100 hafa verið drepin undanfarna 2 daga í minnst 3 árásum. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. Ísraelsher gerði árás á Nasser sjúkrahúsið í borginni Khan Yunis í gær. 2 létust og tugir særðust og mikilvæg rými sjúkrahússins gjöreyðilögðust. Herinn gerði líka árásir á evrópska sjúkrahúsið svonefnda, einnig í Khan Yunis í gær. Allt að 50 manns eru sagðir hafa verið drepnir. Árásirnar náðust á upptöku öryggismyndavéla og þar sést vel hve mikill eyðileggingamáttur eldflauga árása Ísraela er. Myndatökumaður breska ríkisútvarpsins var að vinna umfjöllun útbreidda vannæringu barna á Gaza þegar árásirnar voru gerðar. Hann náði myndum af því þegar börn viðmælandans fóru með trúarjátninguna á meðan árásirnar héldu áfram. Í nótt og í morgun gerði Ísraelsher árásir á Jabalia flóttamannabúðirnar í norðurhluta Gaza. Minnst 70 voru drepnir og þar af að minnstakosti 22 börn. Morguninn og gærdagurinn urðu með þeim blóðugustu á Gaza síðustu vikur, eða allt síðan Ísraelsher rauf vopnahléð á Gaza miðjan mars og hélt árásum áfram. Ísraelsk stjórnvöld sögðu í síðustu viku að aukin harka myndi færast í hernað á Gaza og í gær lýsti forsætisráðherra Ísraels þessu yfir. שאנחנו נפסיק את המלחמה, אני לא אומר, אתה יכול לעשות הפסקת אש בזמן ידוע, אבל אתה לא יכול, אנחנו הולכים עד הסוף. Stefna Netanyahus núna svo að engu skipti hvort Hamas sleppi fleiri gíslum. Herinn ráðist inn á Gaza sama hvað og náði þannig að ráða niðurlögum samtakana. יכול להיות שהחמאס יגיד, פוס פוס פוס, אנחנו רוצים עוד לשחרר עוד אסירה בשביל, תבין, ניקח. Formaður Framsóknarflokksins segir ákvörðun íslenskra stjórnvalda að semja aftur við ísraelska greiðslumiðlunar fyrirtæki Rapid og skjön við fyrri yfirlýsingar þeirra og varði þjóðaröryggi landsins. Nærtækara væri að ljúka vinnu við innlenda greiðslumiðlun. Heimildin greindi frá því í gær að nýr samningur íslenskra stjórnvalda við Rapid hefði tekið gildi miðjan síðasta mánuð. Hann nær til framhaldsskóla, ríkisrekinna safna, sjúkrahúsa, sýslumannsembætta og dómstóla. Fjöldi fyrirtækja hætti viðskiptum við Rapid eftir að forstjórinn lýsti yfir stuðningi við Ísraelsher fyrir hönd fyrirtækisins fyrir 2 árum. Það er ekki mikið samræmi á milli yfirlýsingu utanríkisráðherrans, meðal annars framlengja ekki fríverslunarsamninga eða semst taka upp fríverslunarsamninga til framlengingar á meðan ástandið er með þessum hætti og síðan þá ákvörðunar sömu ríkisstjórnar að framlengja þennan samning. Þannig hafi utanríkisráðherrar 6 Evrópuríkja nýverið sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem þeir mótmæltu auknum aðgerðum Ísraela á Gaza. Það er þjóðaröryggismál að við séum háð erlendum greiðslumiðlunar fyrirtækjum, tala nú ekki þegar að þau eru í eigu aðila í Ísrael eða Suður Ameríku eða hvaðan sem eigendurnir nú koma. Fyrri samningur var gerður við Valitor árið 2021 en Rapid keypti fyrirtækið sama ár. Rapid hefur verið talsvert til umræðu hér á landi undanfarin misseri og fjöldi fyrirtækja ákveðið að sniðganga greiðslumiðlunina. Sigurður Ingi segir eðlilegast að koma á innlendri greiðslumiðlun, vinnu sem Seðlabankinn hafi þegar farið í en eigi eftir að ljúka. En stundum er ekki hægt að bíða lengur og ég held að tímar dagsins í dag séu einfaldlega þannig
að það kalli á þjóðaröryggis vegna og kannski umræðu eignarhald á þessum erlendu greiðslumiðlunarfyrirtækjum. Nágrannar manns sem ítrekað hefur verið varað við og metinn hættulegur sjálfum sér og öðrum vilja að hann verði fluttur í viðeigandi úrræði. Maðurinn býr nú í skrifstofuhúsnæði á vegum Reykjavíkurborgar. Sviðsstjóri velferðarsviðs kallar eftir aðkomu ríkisins. Það hringdi mig í gærkvöldi og við tjá þetta hvernig ástandið væri. Og síðan í kjölfarið þá kom ég hingað úr Hafnarfirði til þess að skoða og kom hitti fólki og það var fólki mjög skelkað, hrætt og óöruggt að fara að sofa sko. Og það vil færa sig sett? Fólkið, já það óskaði að kvarta yfir íbúðin, þetta væri ekki boðlegt vegna þessa nágranna. Svona lýsir leigusali ástandinu á Hverfisgötu þar sem hann með nokkrar íbúðir til leigu. Hann vildi ekki koma fram undir nafni. Hann segir ófremdar ástand ríkja í götunni vegna nágrannan sem að vísar til, sem Sigurður Almar Sigurðsson. Sigurður Almar með þroskaskerðingu og langa sögu geðræn vandamál og fíknivanda. Hann talinn hættulegur og ítrekað hefur verið varað við honum og bent á að hann þurfi stuðning. Hann hefur margoft setið inni fyrir alvarleg ofbeldisbrot og var síðast sleppt úr gæsluvarðhaldi í maí eftir að hafa setið inni grunaður að hafa svipt ferðamann frelsi sínu. Nágrannar Sigurðar Almars lifa í ótta. Þeir hafa ítrekað haft samband við lögreglu og Reykjavíkurborg en engin svör fengið. Sigurður Almar hefur ógnað nágrannum sínum og þeir forðast að vera heima hjá sér. Lögmaður Sigurðar hefur kallað eftir að hann fái sértækan stuðning. Hann fær núna félagslegan stuðning frá borginni og býr í húsnæði á hennar vegum, skrifstofuhúsnæði sem hvorki með sturtu né eldhúsi. Við reynum að bregðast við í neyðartilvikum en það óneitanlega getur það verið mjög flókið þegar við erum að þjónusta einstaklinga sem eru með mjög miklar áskoranir og fleiri kerfi þurfa að koma málum og við höfum margoft kallað eftir því að það sé samvinna í þessu málum og sem hefur lítið þokast en eins og segi það virðist vera eitthvað að rofa til og við vonum bara að það verði núna á næstunni. Lengi hefur verið bent á vandan og kallað eftir úrræði fyrir menn sem hafa verið metnir hættulegir. Rannveig segir ekkert slíkt til. Það vanti einhvers konar öryggisráðstofun og það strandi á ríkinu. En finnst ykkur eðlilegt að maður sem hafa verið metinn hættulegur sjálfum sér og öðrum ítrekkar hefur verið varað við, finnst ykkur eðlilegt að íbúar búi í grennd við hann og lifi í ótta? Mér finnst það náttúrulega ekki eðlilegt ef að maður er talinn hættulegur sjálfum sér og öðrum og samfélaginu að það sé ekki til úrræði við hæfi fyrir viðkomandi. Mér finnst það bara algjörlega ófært bæði fyrir samfélagið og fyrir einstaklingin. Rússar hafa byggt upp sérstakt kerfi til að láta gervigreind dreifa rangfærslum og áróðri stríðið í Úkraínu. Þriðjungur upplýsinga sem fólk fær á netinu er litaður af áróðri Rússa. Þetta er gert með kerfi sem í daglegu tali er nefnt Pravda eða Portal Combat. Sífellt algengara er að fólk leiti á náðir gervigreindar eftir ýmsum upplýsingum og gefur hún svör sem byggð eru á samansafni texta á vefnum. Og þeir eru í raun og veru að gera þetta á fjöldatungumála, tugumtungumála. Íslenska er ein af þeim tungumálum, þannig að við þurfum, þarna er í raun og veru, er litla málsvæðið okkar ekki að venda okkur. Og niðurstöður er að sýna það að í alltaf þriðjungi tilvika að þá eru svörin þannig að það svona hallar að þeim svona frásögnum og narratífum að maður slettir sem að Rússar hafa verið að mæla fyrir í sínum málflutningi. Elva segir slíkt hafa áhrif á internetið allt og hvernig fólk afli sér upplýsinga. Samkvæmt rannsókn NewsGuard inniheldur kerfið á 4 milljón greina sem gervigreindin er fóðruð á. Frá Rússlandi berst ýmiss konar áróður, meðal annars allsherjarinnrás í Úkraínu. Þær er að finna á íslensku víðar en hjá gervigreindinni. Sumt er skrifað af gervimennum á samfélagsmiðla, annað af fólki af holdi og blóði. Við erum náttúrulega með í raun og veru allskyns fjölmiðla með allskyns ritstjórnarstefnu og við sjáum í raun og veru svona kannski ákveðna sögur sem eru að dreifast og eiga svona rússneskan uppruna. Þær eru líka birtast í einstaka íslenskum miðlum. Hluti fólks trúir rangfærslunum og sumir óttast að það gerir Bandaríkjaforseti líka upp að þessu marki því hann hefur endurómað áróðurinn, til dæmis að Úkraínuforseti sé einræðisherra. Ja, desinformation findes jo mange steder, og en af de bekymrende udviklinger, vi har set, det er selvfølgelig desinformation fra Det Hvide Hus i Washington.
hvor USA's præsident Donald Trump jo gerne lyver hver eneste dag, og hvor de løgne, der kommer fra Det Hvide Hus, bliver viderebragt på meget store sociale platforme og i veletablerede medier. Sífellt auðveldara verði að búa til sannfærandi rangfærslur, segir Hansen, í formi myndbanda, ljósmynda og hljóðs og dreifa þeim víða með tilheyrandi áhrifum. Enn óljóst hvort Pútín Rússlandsforseti mæti til viðræðina við Zelenski Úkraínuforseta í Tyrklandi á morgun. Pútín sjálfur stakk upp á því síðustu helgi að hann og Zelenski myndu ræða saman í Istanbúl. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ekki útilokað að mæta til Tyrklands og taka þátt. Stjórnvöld í Rússlandi hafa enn ekkert gefið út hvort Pútín láti sjá sig. Ef af fundinum verður á morgun yrði það í fyrsta sinn eftir allsherjar innrás og Rússlandshers sem Zelenski og Pútín hittast í eigin persónu. Meir en 200 tonn af fötum Íslendinga hafa verið brennd í Evrópu þar sem af þessu ári. Á heimsvísu verður aðeins 1% af notuðum textíl að fötum að nýju. Heimurinn að drukkna í textíl, að sögn alþjóðlegra umhverfisstofnana. Framleiðsla hefur aldrei verið meiri, 12 milljón tonna fötum koma á markað á ári. Brot af þessu endurnýtt og mikið endar í ógnarstórum textílfjöllum í Suður-Ameríku og Afríku. Í meðalmánuði flytur Sorpa úr landi 160 tonn af textíl og Íslenska gámafélagið önnur 24 eða 1340 feta gáma í hverjum einasta mánuði. Það gerir 156 gáma á ári eða vel yfir 2000 tonn af textíl frá Íslandi. Hvað þegar þú verslaði föt, hvað sérðu fyrir þér að eiga flíkina lengi? Kannski 2 ár. Og hvað svo? Bara að fara með Rauða krossinn og fá sér ný föt. Alveg nokkur ár myndi ég halda. Bara hang til að rifnar, held ég. Já. Hvað gerist þá? Þá fer örugglega bara í Rauða krossinn eða eitthvað svona til þess að endurnýta hann. En þó að sala hafi aukist á notuðum fatnaði þá hafa innlendir aðilar ekki undan fataflaumnum frá íslenskum heimilum. Hertags Rauði krossinn og fleiri taka enn við velförnum flíkum og selja í verslunum hjá sér, en líkurnar á að þín flík endi í höndum nýs kaupanda þar eða í neyðaraðstoð eru hverfandi eða undir 10%. Megnið af fötunum sem skilað í fatagáma hér sent til endurvinnslu í Danmörku, Noregi, Hollandi og Þýskalandi. Lítill hluti fer áfram til Dubai. Alltaf 40% af því sem safnast á Íslandi telst ónýtur textíl. Þessi ónýti textíll sendur til brennslu og orkan nýtt meðal annars til húshitunar, mest í Danmörku. Og þeir sem urðu á vegi fréttastofunnar í verslunarmiðstöðvum og verslunargötum sögðu sumir umfangið koma sér á óvart. Það rosalega. Bara svolítið sorglegt. Já. Það bara finnst mér ekki nógu gott, sko. En alltaf svo mikið magna fötum sem þetta þannig að það er ekki skrítið að sé kannski eitthvað að þessu hent eða brennt, sko. Það er komið svo mikið líka af fötum sem ég kannski ekki, ekki góð efni, þannig að ég get alveg vel trúa að það sé alveg svona mikið, skilur. Sumt af því sem ekki brennt telja fyrirtækin nógu gott til endursölu. Annað til dæmis tætt og notað í iðnaði eða spunnið í þræði til framleiðslu á nýjum efnum. Sorpa og Íslenska gámafélagið segjast ganga hart á eftir því að fötin endi ekki í textílfjöllum Austurlanda. Ertu mikið að hugsa svona hvað verður fötin svo kaupið þér? Nei, ég hef ekki mikið hugsað það, en þetta samt búin að vera að tala mér þetta í fréttum, þannig að maður alveg spáð mér í þetta núna. En umfangið slíkt að í Evrópu talað fordæmalausa textílkrísu, sérstaklega eftir að nýja reglur tóku gildi í upphafi árs sem skylda EES-ríki til að safna textílúrgangi í sérflokk. Það má ekki lengur henda fötum með í almennt sorp, svo magnið blasir við og endurvinnslu aðilar hafa ekki undan. Safnafólk óttast að boðaðar uppsagnir á Þjóðminjasafninu verði til þess að veikja minjavörslu í landinu. Þegar dregið sig úr innra starfi safna bitni það óhjákvæmilega á sýningum til framtíðar. Félag safna og safnafólks sendi frá sér yfirlýsingu á dögunum eftir að greint var frá því að 4 starfsmönnum Þjóðminjasafnsins, þar af 3 fornleifafræðingum, hefði verið sagt upp störfum. Sigurlaugur Ingólfsson stjórnarmaður í samtökunum og starfsmaður á Árbæjarsafni. Það bara ákveðið vandamál í dag að það kannski meira áhersla á það sem svona út á við, en það gleymist starfið inn á við og okkur finnst þetta
kannski dæmi slíkt. Þannig sé aukin áhersla á sýningar en dregið úr innra starfi eins og forvörslu safngripa, skráningu þeirra og rannsóknum. En til þess að þetta geta verið með sýningar og vera með starf sem að snýr út af við að gestum, þá þarf þetta gott innra starf og þetta þarf að fara saman. Og Árbæjarsafnið, þar sem Sigurlaugur vinnur, gott dæmi þetta. Hér erum við Hansen-húsið sem stóð áður við Pósthússtræti, rétt aftan við Dómkirkjuna í Reykjavík. Þetta hús sem fyrsta húsið sem flutt á safnið 1960 og það var ekkert farið í kannski mikla vinnu við að gera húsið upp á sínum tíma. En árið 2006 þá var tekið svo ákvörðun að taka niður sýninguna og það fengi norskur húsasérfræðingur og hann fór í gegnum húsið nánast spýtu fyrir spýtu og gat sagt okkur heilmikið húsið og hvað svona var upprunalegt og hvað var yngra og hann gat til að mynda lagt til að þetta hefði verið litur hússins miðja 19. öld og ótrúlega miklar upplýsingar sem að fengust þar og við erum búin að endurgera húsið eftir þeim ráðleggingum. Og þetta svona gott dæmi hvernig rannsóknir og svona þegar maður fer pínu á dýptina getur skilað sér svo í einhverju út af við. Stór hluti starfseminnar fer nefnilega fram fyrir luktum dyrum inn í geymslum eins og þessari á lóð safnsins í Árbænum. Safnið tekur við alls konar gripum eins og þessum rykssugum hér. Og svo kemur að því að við ætlum að setja upp sýningu það sem að þema þetta tímabil. Að þá vitum við að það til ryksuga frá þessu tímabili. Þá getum við fundið hana og sett hana á sýningum. En þetta byggir allt á því að við erum búin að skrá gripin og við erum búin að ljósmynda gripin við, annars myndum við aldrei finna hana, væntanlega. Lögreglan stöðvaði á annað 100 rútur, vörubíla og önnur ökutæki í umfangsmiklu eftirlit á Suðurlandsvegi í dag. Rúta full af ferðamönnum var kyrrsett í aðgerðunum. Við erum að skoða ástand ökutækjanna, við erum að skoða hvort menn að fylgja reglum akstur og hvíld, hættulega flutninga, stærð og þyngd. Við vitum öll að vegakerfið ekki í góðum málum og hluta til ofþyngd vörubíla kennt þar Þegar fréttastofu bar að garði höfðu þegar nokkur ökutæki verið tekin úr umferð en það vakti líka athygli að ferðamenn voru umkomulausir að bíða eftir nýjum rútubílstjóra. Rútan var kyrrsett þar sem bílstjórinn var ekki með leyfi til að akinni. Lögregla stöðvaði 140 ökutæki í dag en 3 lögregluembætti, landamæraeftirlit og fleiri stofnanir koma að eftirlitinu. Stefnt á að hafa eftirlit af þessari stærðargráðu nokkrum sinnum á ári. Það búið að kyrrsetta held í 2 ökutæki. Ég veit ekki hvað það einhver hellingur sem búið að boða til skoðunar vegna ástands. Slatti af hvíldartímabrotum sem eftir að fara í frekari vinnslu, meðal annars einn bíl sem var með 14 hvíldartímabrot á síðustu 28 dögum og þar fram til göttum. Það alveg slatti en sem betur fyrir langflestir í lagi. Já, það var engum vorkunn að vera úti í góða veðrinu í dag þótt að væri í átaki lögreglunar því það hefur verið rjóma blíða nær all land í vikunni og enn meiri hlýindi framundan. Tjaldverðir eru farnir að huga að sumaropnun, talsvert fyrr en oft áður. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður okkur á Norðurlandi, þú ert á tjaldsvæðinu á Grenivík. Ólöf, ertu nokkuð búin að tjalda? Ég vildi óska þess því að þetta veður sem tók á móti okkur hérna í Grenivík og búið að vera all land náttúrulega bara ekki alveg eðlilegt. Það er bara bongóblíða, maður verður bara að segja það og þetta ekki bara í smástund, heldur þetta í marga daga og næstu í all land og fram á þriðjudag mér sagt. Mér langar rosalega að fara að henda upp tjaldinu og líst vel á þessar flatir hérna. Við erum samt alltaf snemma í því, þannig að það spurning hvort það sé búið að opna. Það einn hérna á fullu að preppa. Hvað segiru? Búið að opna? Já, við vorum að opna bara í dag og já, vonumst eftir góðu sumri. Ertu búin að fá marga fyrirspurnir? Einhverjir búin að banka upp á og spyrja? Já, ég búin að fá mikið af símtölum bara í allan dag og gær og þá varum menn aðalega að spá bara fyrir helgina hvort það verði laust. Þau eru þarna snemma í því. Hvernig leit þetta út svona hérna á þessum tíma í fyrra? Við gátum ekki opnað, við reynum að opna yfirleitt í júní og fyrstu helgin í júní þá var bara alltaf kafið snjó hérna. Já, þetta bara fárlega snemma. Þannig við erum kannski eftir svona misjafnt, skulum við segja, sumar hérna á Norðurlandi í fyrra. Við erum kannski að fá eitthvað endurgreitt núna. Já, ef ekki að vona það.
Jú, við skulum gera það. Bara góða skemmtun hérna helgina og ég talaði við fleiri tjaldverði víða land í dag og það á að vera, eins og ég segi, frábært veður og það eru langflestir að undirbúa sumaropnun en auðvitað líka fullt af tjaldsvæðum sem að hafa opið allan ársins hring. Besta veðrið á skilst mér að vera fyrir austan en við segjum þessu lokið úr blíðunni hérna í Grenivík í bili. Takk fyrir það, Ólöf. Aldrei að vita nema landin skæti sér í tjald helgina. En við skulum líta til veðurs. Við Færeyjar er hæð sem stjórnar veðrinu hjá okkur. Hún virðist ekki sýna á sér neitt farasnið næstu daga og meðan helst veðurblíðan hér. Suðlægar áttir verða ríkjandi og bjartviðri verður víðast hvar á landinu en þó má búast við þokulofti sumstaðar við ströndina. Það er hlýtt loft yfir landinu og hámarshita er áfram spáð yfir 20 stig víða á norður- og austurlandi á morgun. Í Kastljósi í kvöld verður fjallað tengsl ADHD-lyfja og geðrofs en 61 var lagður inn vegna geðrofs á völdum þeirra á 12 ára tímabili. Þar verður líka fjallað Feneyjatvíæringinn í arkitektúr þar sem Ísland tekur þátt í fyrsta sinn og staðan tekin á ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Þá skulum við sjá hvað boðið verður upp á í íþróttum. 16 liða úrslit Mjólkurbikars karla halda áfram í kvöld en þar mætast meðal annars KR og IBVF í bestu deildarslag. Haukar urðu Íslandsmeistarar í körfubolta kvenna í gærkvöld eftir hádramatískan sigur á Njarðvík og við komumst að því hvort höfðingi á níræðisaldri geti átt roð í knattspyrnum að ná besta aldri. Ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ísraelsher herti sóknina á Gaza í gær og í morgun. Á annað 100 voru drepin. Stjórnvöld hótuðu fyrir skemmstu að ráðist yrði á Gaza af enn meiri hörku en áður. Húseigandi við Hverfisgötu segir ófremdar ástand ríkja í hverfinu vegna manns sem er talinn hættulegur sjálfum sér og öðrum. Nágrannar mannsins lifa í ótta og forðast að vera heima hjá sér. Íslendingar kaupa á sig föt sem aldrei fyrr en lítið er endurnýtt hérlendis. Áætlað er að mörg hundruð tonn af textíl frá Íslandi verði brennd á árinu til orkunýtingar í Evrópu. Safnafólk varar við boðuðum uppsögnum á Þjóðminjasafninu og segir þær stefna minjavernd í hættu. Hlutverk safna sé annað og meira en að setja upp sýningar. Næstu frétti verði í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar ruv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Við minnum á að við verðum fyrr á ferðinni á morgun vegna seinni undankeppni Eurovision. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Beit gegn póstþjónustunni, raunveruleikinn.